Herri Sverrir, þetta gerir hvað? 5 leiki í röð hjá þér? Sigrar? 5 sigrar í röð? Já, það er 50 í röð. Við töpum fyrsta leiknum og þetta var erfið fæðing. Við byrjum bara engaði nógu vel og fyrri hálfleikur fannst mér bara rosalega slagur og fáránlegt eiginlega bara að við skildum vera svona inn í bara 3 stiga munur. Og svo var líka byrjunin í seinni, þetta tók tíma að koma sér í gang þrátt fyrir að við tala vel hlutinni í seinni hálfleik að værum ennþá inn í leiknum þrátt fyrir að spila illa og værum í raun og veru að fá annað séns en svo loksins tikkaði þetta. Við vorum búin að vera í vandræðum með Kanadera inn í teik. Hún var að fá hann líka svolítið frá að ráðast á stóru stelpunar og svo kom Þórana sem hefði byrjað leikinn mjög illa, kom rosalega sterk inn og spilaði hörku vörn á hana og það er eiginlega frá þeim tímapunkti sem þetta smellur og verður svolítið, kemur upp stemming í liðið og fórum að spila okkar vörn og fá auðvelda körfur. Þetta lokast hérna á síðustu sekúndunum. Var við því búist? Með þennan leik? Já, ég meina við náttúrulega bara eins og aðri leikir, við komum í leikina bara til að reyna að sækja 2 stig. Hvernig við förum að því er bara náttúrulega mismunandi en auðvitað er alltaf gott að vera búin að landa sigri svolítið vel áður en að leikurinn er búinn en við erum búin að vera í nokkru svona spennu leikjum og þetta er bara, eins og ég segi, bara flott hvernig við þurftum að stoppa þér í restina. Það voru að reyna að ná að jafna og að spila hörku vörn og loka á þér og ég er bara ótrúlega sáttur við sigurinn þrátt fyrir að leikurinn hafi ekki verið neitt glansleikur. Þú með gríðarlega ungt lið, ykkur var nú ekkert spáð neinu sérstöku gengi þannig séð. Spútnik-stimpillinn að nuddast á liðið? Já, ég meina við erum bara, þetta er náttúrulega ungt lið en þetta eru hæfileikaríkar stelpur eins og allir vita og mjög duglegar, flottir karakterar og já, við teljum okkur bara vera þegar við erum að spila okkar leik, bara hitta góða leiki og að við séum í sénsum út öllu liðum þannig að við tökum bara þetta fræga eitt leik í heimi og sjáum hvað það skilur okkur. Takk fyrir þetta.